Þetta hérna óskaplega skemmtilegt verkefni sem við höfum fengist núna í þó nokkuð mörg ár og ég ætla að hlaupa í gegnum þetta. Býtum við, svona já. Og nefni ykkur nokkrar útgáfur og svo algengasta eða vinsælasta kannski er kennslustofa í ferðatösku sem ég kem að. Þetta byggir allt á því að við höfum verið að þróa vefkerfi sem við nefnum TutorWeb sem að inniheldur opið efni, ókeypis, aðgengilegt öllum og er samstarfsverkefni nokkurra landa. Aðal forritarinn okkar er í Englandi til dæmis. Nú innan kerfisins þá höfum við búið til okkar eigin mynt, eigið blockchain ef þið viljið, sem við kallum broskalla. Þetta er jú menntakerfi. Og svo erum við með útgáfaði samsagt til notkunar í Kenya sem við kallum kennslustofu ferðatösku eða education and suitcase. Þetta er byggt upp eins og háskóli eða skóli með deildum, námskeiðum, fyrirlestrar innan þeirra, ítarefni við fyrirlestra sem að svo hægt að taka saman í það sem við kallum tutorial notes eða bara kennslubók. Og svo eru æfingar og þetta er aðalatriðið, það eru æfingarnar og efni. Nemandi fer sem sagt inn og biður annað hvort. Nú, það er svona ýmislegt spes í Kenya þar sem aðal samstarfsaðilarnir okkar eru. Þar er hægvirkt internet, stundum er ekkert internet. Rafmagnið dettur út og nemendur eiga iðulega engar tölvur og þráðlaust net er bara mjög sjaldgæft. Nú, hvernig fer maður þá að því að koma vefstudur í kennslu þangað? Og það var svona verkefni dagsins, sko. Við erum þá búin að útbúa flytjanlega útgáfu, þar sem er fartölvu eða reynda núktölvu verið í næstu kynslóð með SIM-korti sem að tengir þá við interneti ef að það virkar á annað borð, það þarf ekki. Spjaldtölvu nemenda tengjast svo þessu server í kennslustofunni og þá skiptir náttúrulega engu máli þó að séu óstöðugt rafmagn, til dæmis er þráðlausi sendirinn, hann er bara tengdur á USB-porti á fartölvunni. Og þetta virkar þannig að þetta er sem við hugsum þetta sem æfingakerfi, ekki próftæki. Og sem dæmi hérna við nemandi fer inn og ætlar sér að æfa reikning með heilum tölum að þá merkir hann bara við rétta svarið og fær strax svar, þetta er svona hefðbundið. En til viðbótar þá fær hann yfirleitt útskýring á því hvernig átt að reikna. Og þið sjáu það alveg hér, þetta er orðið miklu betra heldur venjuleg kennslubók. Nú, til að sýna hvernig þetta er gert, það er kveikt á spjaldtölvu, fundin slóðin sem er tutorweb.net venjulega en getur verið annað ef þið eru með svona innanhús þjón. Valið efni sem ætlar að fá eins og það maður að skrá sig að það er að halda utan einkunnir og velja efni sem á að taka fyrir og æfa sig í. Og við erum með svona dæmigerða notkun, við notum þetta í stærðfræðigreiningu, tölfræði, við notum þetta í ýmis námskeið við Háskóla Íslands og öðrum er svo frjálst, við höfum enga stjórn á því í hvað aðrir nota þetta. Við notum þetta líka í fjarnámi, ef fólk vil taka námskeið í fjarnámi þá segir við bara alveg guðvelkomið, þið komið bara aftur þeir eru búin að ná lágmarksengun í þessu kerfi og þá megið taka próf. Einfalt mál og bara dautt. Nú við erum með opin lesnámskeið sem eru svona svipum anda og múkarnir, massively open online courses en eru ekki massiv, sko. Þetta eru bara lítil námskeið í raun og veru. Og við höfum líka notað þetta sem skilyrði fyrir inntöku, til dæmis doktorsnemar sem vilja koma til mín í nám, þeir verða að klára ákveðið áður en ég samþykki þá. Nú þá komum við að löndum eða notkun utan háskólans, það er aftur líka aðalega stærðfræði og tölfræði. Við erum reynda líka svolítið með fiskifræði því ég hef verið svona tengdur fiskifræði lengi og aftur er opið öllum við bjóðum kennurum yfirleitt aðstoð ef að menn vilja setja upp hjá sér og það er mjög auðvelt að setja upp nýja nemendahópa og fá yfirleitt yfir einkunnir. Í Kenya eru svo aftur svona ýmiss konar séraðstæður, þarna efst til vinstri er Kýber, þetta er stærsti slömm í Afríku, þarna bjóða milljón manns. Og þarna í miðri myndinni sem sést ekkert vel er risastór öskuhaugur, ruslahaugurinn í miðjunni. En í Kýbera er rafmagn. Og það er alveg nóg. Svo eru staðir eins og Massajarnir í sveitahéruðunum sem búa í Moldarkofum og þar er ekkert rafmagn heldur. Nú en þetta er mjög breytilegt. Það eru líka til háskólar og skólar sem eru með tölvuherbergi. Og það eru líka til staðir þar sem að flestir nemendur eiga annarkvort síma eða spjaldtölvur. Og allt þar í milli. Þetta er svona breiddin sem við erum að tala um. Nú, kerfið sjálft er rannsóknarverkefni hjá okkur og það er hægt að stilla það af á alla mögulega vegu. Nemendum eiga að halda áfram að æfa sig eins lengi þeim sýnist, þannig að þetta eiga nú að vera stök strik þarna sem að falla saman í aðeins breiðari. En
Það er þá spurning hvernig eigum við þá að reikna einkunn þegar við nefndum að halda áfram að svara 100 sinnum í sama fyrirlestrinum, og við gerum það þannig að af því að þeir eiga að æfa sig að við notum bara síðustu kannski 8, 10 eða 30 svör, og svo má líka láta þetta minnka einfallega vægi síðustu spurning eða eldri spurningu öllu heldur. Þegar við veljum spurningar handa nemendum þá er þetta líka til þess að læra. Nemandi sem byrja með einhverja 0 fær með háum líkum auðveldustu spurningarnar. Þetta er samt slembi, 2 nemendur sem sitja hlið við hlið fá ekki sömu spurningarnar. Við röðum upp spurningum eftir þyngdarstigi og í þessu tilfelli ef spurningarnar eru 50 þá myndi vera 20% líkur að fá léttustu spurningarnar, og svo ef að einkunnin hækkar að þá náttúrulega eykst þyngdin á spurningunum, þessar líkur þær flytjast upp til hægri og nemandi sem kom með hæstu einkunn fær með miklum líkum þyngstu spurningarnar fyrirgefið. Þessi glæra hefur nú farið alveg í steik, en við erum semst að prófa mismunandi tímatakmarkanir, og það er semst ekki alveg augljós hvernig á að setja tímatakmarkanir í svona kerfi. Það þarf að gefa meiri tíma á einföldustu spurningarnar, líka meiri tíma á hjá þyngstu spurningarnar. Einföldustu spurningarnar vegna þess að þá eru nemendur að byrja, þyngstu spurningarnar vegna þess að þeir taka einfaldlega lengri tíma. Og við höfum verið að skoða áhrifin á svona kerfi mörg ár. Eitt af því sem að skoðar er hvernig samhengi myndi loka einkunnar eða prófsenkunnar og einkunnir í vefkerfinu. Og þið sjáuð hérna eða horfið á þróunina undanfarin ár að það er orðin töluvert mikil breyting á þessu samhengi. Við erum svona farin að geta búið til aðeins skaplegri mælikvarða núna, og árið bara farið núna í haust, að þetta var 2015 sem sagt, að þá erum við komin með þannig ástand að við reiknum með því í framhaldinu að við munum leggja til að þurfi allir nemendur að hafa skilað af sér lágmarks einkunn í kerfinu áður að fara að taka próf. Við erum líka að rannsaka hvernig að semja spurningar. Til dæmis sagt að hafa spurningarna þannig að það sé langur inngangstexti og ef þau hefur drattast til að lesa hann almennilega þá veistu svarið. Þetta væri þá einleiðin til að fá fólk til að lesa, því þetta stóru vandamálum er að fólk lesi ekki kennslubækurnar sínar. Og þannig að við höfum prófað að skipta nemendum upp í hópa, láta sum hafa hefðbundin heimaverkefni aðra kennsluvefin. Það kemur í ljós að fólk sem hefur tekið kennsluvefin, það stendur sig heldur betur á prófum, og þá er spurningin á þá að sleppa kennaran, og það er ekki alveg svo gott af því að nemendur vilja gjarnan hvort tveggja. Og það kom á brosköllunum. MIT gerði tilraun fyrir ekki löngu síðan þar sem þeir gáfu öllum nemendum á háskólalóðinni Bitcoin. Það kostaði $500,000. Við eigum ekki þannig pening. Þannig að við bjögum til okkar eigin mynt og köllum hana broskalla. Við erum ekki gefið skínandi sinni eins virði, þetta er bara svona til gamans aðalega. En þeir eru rafmynt, þeir eru með sitt eigi blockchain. Nemendur geta borga hver öðrum fyrir leiðbeinendur, það er sem sagt að biðja um aðstoð og borga öðrum nemanda fyrir aðstoðina. En svo kemur spurningin, er hægt að gera eitthvað meira við þetta? Broskall er náttúrulega upp af einskis virði, við bara byggum þetta til. Það er hægt að hins vegar skrá hana markað, það hefur verið gert, hann er skráður á nokkra rafmyntamarkaði, og aftur kostar nánast ekki neitt fyrir $3 að fá þeim 1.000.000 broskalla. Það er sem 3-4 þúsund broskallar í krónu. En hvað gerist ef við semjum nú við kaffistofur að taka við broskall? Hvað gerist ef við semjum við hjólabúðum að bjóða afslátt, símafyrirtæki, gefa inneign og svo framvegis? Að þá breytist allt í einu. Þá fara þeir að fá eitthvað verðmæti og hvað gerist þá? Nú skrefin þá eru þau að það er hægt að ná sér í rafveski, til dæmis fyrir Android í Google Play Store. Það er hægt að ná sér í broskalla annarkvort með því að vinna í tutorwebkerfinu, svara nokkrum spurningum, það er líka hægt að kaupa á þessum markaði og ná sér setja broskallan í veskið. Og við erum með verkefni núna sem er samstarf við Hámu í Tæknigarði. Þar getið þið farið semst eða eigið 10.000 broskalla og keypt ykkur kaffiballa. Og þetta finnst nemendum alveg ofboðslega flott. Það er semst að vinna sér broskalla og það er að kaupa kaffi fyrir þá. Og svo kemur náttúrulega spurningi hvað gerum við næst. Við höfum rætt við semst nokkur fyrirtæki og yfirleitt fáum við ofboðslega jákvæð viðbrögð. Fólki finnst það mjög sniðugt, bráðsnjallt, vilja gjarnan vera þátttakendur í þessu, og við erum að vinna semst að nokkrum útfærslum. Ef Advania langar til að bjóða afslátt gegn brosköllum, þá mega það mjög gjarnan, þá verður bæði að styðja við kennslu, styðja nemendur og þeir eru að komast inn á ákveðin markað. Þannig að menn sjá þetta strax, það er ákveðin möguleikar í þessari stöðu.
Og við viljum svona gjarnan fá samvinnu bara við hvert sem þetta mál. Að lokum við erum með hérna náttúrulega ýmsa styrktaraðila. Það eina sem ég á eftir að nefna, og það nú svolítið mikilvægur hlutur af þessu verkefni, það hvernig förum við að í Kenía, hvernig útvegum mönnum fartölfur eða núktölfur og spjaldtölfur. Og svarið það að við stofnuðum lítið sætt styrktarfélag Broskalla og hérna fórum út í pínlítið crowdfunding, hópsöfnun, fengum þar smá pening og við munum semst fara í heimsókn til Takaviri-eyju í Viktoríuvatni næsta sumar og reyndar á 3 aðra staði, meðal annars fangelsi í Kenía. Nú Takaviri-eyja svolítið sérstakt, þetta lítur út eins og túristaparadís og það náttúrulega eru ferðamaður, en aðaliðnaðurinn eru fiskveiðar, svona á mjög smáum skala, og þetta skólabyggingin, þetta kennslustofan, þetta tæknin, þetta er kennsluaðstaðan. Á Takaviri-eyju almennt ekkert rafmagn, en ef þið lítið á skólan sjálfan, hann nefnilega með sólarrafhlöður á þakinu. Þetta alveg nóg, sko. Mjög leiðilegt internetsamband, við vitum ekkert hvort það komist í nokkurt internetsamband, við förum nú með loftnet samt á þjónin, það ætlum að prófa. Ef það virkar ekki, þá fer bara einhver með serverinn öðru hvor í land til að synka öllum svörum nemenda og annað við gagnagrunninn okkar sem við viljum fá að skoða þetta. En hérna, ef að loftneti virkar þá fá þau þarna meðal annars internetaðgang sem það hafa aldrei haft áður, sko. Og þetta heitir semst Education in a Suitcase og þið getið fundið nánari upplýsingar það þar, en að öðru leyti þá þakka ég bara fyrir mig og vona að ég hafi náð upp tímann.